Byrja. Já, ég býð ykkur velkomin hér til 311. fundar sveitarstjórnar Rangárþings eystra. Mig langar að byrja á því að óska eftir athugasemdum við fundarboð ef einhverjir eru. Ef svo er ekki, þá langar mig að óska eftir því að bæta við einu máli á dagskrá, máli númer 49. Strandarvöllur EHF fundar boð á aðalfund 2023. Þeir sem samþykkja að bæta þessu máli á dagskrá réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Já, áður en við göngum til dagskrár þá ætla ég að fara yfir þá sem að sitja hérna í dag í fundarsalnum. Það er Árný Hrund Svavarsdóttir, Sigríður Karolína Viðarsdóttir, Sandra Sif Úlfarsdóttir, Rafn Bergsson, Bjarki Oddsson, Guri Hildstad Ólafsson, Tómas Birgir Magnússon sem hér stendur, Árný Lára Karlsdóttir, markas- og kynningafulltrúi sem sér útsendinguna hérna í dag og Margrét Jóna Ísolsdóttir, skrifstofu- og fjármálastjóri sem ritar fundargerð en hún situr einnig fundinn sem staðgengill sveitarstjóri fjarveru Antons Kára. Að því sögðu að þá göngum við til dagskrár. Þetta er svolítið löng dagskrá í dag en fyrsta mál á dagskrá er minnisblað sveitarstjóra 9. mars 2023 og ég ætla að taka það að mér að lesa það hér. Minnisblað sveitarstjóra lagt fram á fundi sveitarstjórnar 9. mars 2023. Nýsköpunardagur Hvolsskóla. Fimmtudaginn 9. febrúar héldu nemendur í 8. til 10. bekk Hvolsskóla nýsköpunarsýningu í Hvolnum. Nemendurnir höfðu unnið vikurnar á undan að nýsköpunarverkefni sem gekk þvert á nokkrar námsgreinar sem kenndar eru við skólann. Verkefnið snerist að hanna og skapa vöru eða þjónustu með einhverja sérstöku með áherslu á nýsköpun. Óhætt er að segja að dagurinn hafi tekist með eindæmi vel. Kynning nemendanna fór fram á sama tíma og sveitarstjórn hélt fund sinn og var gert hlé á fundi til að sveitarstjórnarmenn gætu mætt á sýninguna. Það var virkilega gaman að sjá þann metnað sem nemendur höfðu lagt í verkefnið, gleðin og áhuginn skein úr hverju andliti. Þar fær mann jafnframt til þess að velta því fyrir sér hvort sé ekki akkúrat svona sem skóli og kennsla á að virka, þar sem hæfileikar hvers og eins fá að njóta sín til fulls. Allavega ég geti fullyrt fyrir hönd sveitarstjórnarmanna að við vorum innblásin og full bjartsýni á framtíðina þegar við snerum aftur til okkar fundar. Megi Hvolsskóli, starfsfólk og ekki hvað síst nemendur hafa kærar þakkir fyrir þetta flotta verkefni. Fundur með ráðherra vegna sorpbrennslu og svæðisskipulags. Undirritaður sat fyrir skömmu 2 fundi með stuttu millibili með umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Fyrir fundurinn fjallaði möguleika á því að koma að fullkominni og öflugri sorpbrennslustöð á Íslandi. Talsverð greiningarvinna fór fram fyrir 2 árum þar sem verkefnið var rýnt og gerðar tillögur að fyrirkomulagi. Ljóst er að Ísland, það er sveitarfélag og ríki, þurfa að hafa frumkvæði í þessu máli og vinna það áfram af heilindum. Í dag er staðan sú að mikið magn af sorpi sem ekki er endurnýtanlegt eða endurvinnanlegt er flutt til Evrópu þar sem það er brennt til orkuöflunar. Það sem stundum gleymist oft í umræðu sorpmál er að þarna erum við að tala verðmæti. Við eigum og við getum nýtt þessi verðmæti í eigin þágu til orkuöflunar og verðmætasköpunar mun betur heldur en við gerum í dag. Á seinni fundi með ráðherra fór fram kynning á svæðisskipulagi Suðurhálendis sem hefur verið í vinnslu hjá sveitarfélögunum á Suðurlandi nokkurt skeið. Staða skipulagsins er sú að nýlega var það kynnt á vinnslustigi. Talsverður fjöldi athugasemda frá hinum ýmsu aðilum barst og er verið að vinna úr
úr athugasemdum. Helstu markmið svæðisskipulagsins eru að samræma stefnu sveitarfélaga á Suðurlandi skipulagsmál á hálendinu með tilliti til nýtingar og verndunar, ásamt fjölda annarra þátta. Ég hvet íbúa Rangárþings eystra til þess að kynna sér tillöguna vel og að sjálfsögðu að gera athugasemdir ef þurfa þykir. Staðfesting aðalskipulags Rangárþings eystra. Þau gleðitíðindi bárust fyrir skömmu að Skipulagsstofnun hefði staðfest nýtt aðalskipulag fyrir Rangárþing eystra. Sveitarfélagið hefur frá því í upphafi síðasta kjörtímabils unnið að heildarendurskoðun skipulagsins. Vinna er mjög umfangsmikil og að mörgu að hyggja. Enda aðalskipulag eitt af megin stefnumarkandi áætlunum hvers sveitarfélags. Ég vil koma á framfæri kæru þakklæti til þeirra sveitarstjórnarfulltrúa, nefndarmanna og starfsmanna sveitarfélagsins sem hafa komið að vinnu skipulagsins. Það er gríðarlega mikilvægt fyrir núverandi sveitarstjórn að hafa skýra sýn sem sett er fram í aðalskipulagi og fylgja henni eftir á næstu árum. Orkugerðin í Flóa. Rangárþing eystra á hlut í orkugerðinni í Flóa gegnum Sorpstöð Suðurlands, BS. Nýlega var tekin ákvörðun uppbyggingu og talsverða stækkun á verksmiðjunni. Í orkugerðinni fer fram mjög merkileg framleiðsla þar sem verðmæti eru unnin úr úrgangi frá sláturhúsum á Suðurlandi og höfuðborgarsvæðinu. Unnið kjötmjöl sem nýtt sem áburður og fita sem að mestu flutt til Evrópu sem orkugjafi. Því má með sanni segja að orkugerðin sé til fyrirmyndar þegar kemur að hringrásarhagkerfinu og allt hráefni nýtt til síns ýtrasta. Verið að kanna enn fleiri möguleika á uppbyggingu verksmiðjunnar til framtíðar. Rekstur verksmiðjunnar var þungur framan af en það hefur snúist við og hún nú farin að skila arði til eiganda sinna. Fundur með íþróttafélögum í Rangárvallasýslu. Þann 21. febrúar var haldinn sameiginlegur fundur með fulltrúum sveitarfélaga og íþróttafélaga í Rangárvallasýslu. Á fundinum var fjallað kosti og galla sameiningar félaganna. Skýrt var tekið fram á fundinum að ekki væri þrýstingur af hálfu sveitarfélaganna á svæðinu sameiningu. Heldur væri sveitarfélögin tilbúin til að halda utan vinnu og aðstoða við hana ef félögin teldu það vænlegt og yrði félögunum og starfi þeirra til góða. Ákveðið var að félögin myndu taka málið upp á sínum aðalfundum sem nú standa yfir. Heimsókn ráðherra í Rangárþing eystra. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra var með skrifstofu sína á skrifstofu Rangárþings eystra Hvolsvelli síðastliðinn fimmtudag. Dagurinn byrjaði með fundi ráðherra og sveitarstjórnar voru hin ýmsu mál rædd sem sneru bæði að ríki og sveitarfélagi sem varða nýsköpun, menntamál og fleira. Ljóst að tækifæri okkar hér í Rangárþingi eystra eru mikil og ánægjulegt að heyra velvilja ríkisins til þess að nýta þau tækifæri. Eftir fundinn með sveitarstjórn bauð ráðherra upp á opna viðtalstíma sem voru vel sóttir. Deginum var síðan varið í heimsóknir til hinna ýmsu fyrirtækja á svæðinu þar sem sköpuðust góðar umræður og fullt af góðum hugmyndum sem vinna má áfram. Miðað við þann fjölda fyrirtækja og stofnana sem eru okkar svæði eru starfandi ljóst að einfalt mál hefði verið að skipuleggja mun fleiri daga til að kynna fyrir ráðherranum öll þau frábæru verkefni sem eru í gangi í sveitarfélaginu okkar. Að öðrum ólustöðum stóð þó upp úr heimsókn ráðherra í Hvolsskóla þar sem vinningslið ásamt kennara þeirra kynntu sínar hugmyndir af vöru og þjónustu sem unnin voru í nýsköpunarverkefni Hvolsskóla. Ég færi ráðherra kærar þakkir fyrir heimsókn sína hingað í Rangárþings eystra og hvet aðra ráðamenn til þess að sækja okkur heim og kynna sér það sem við höfum fram að færa. Fundur með umhverfisnefnd Hvolsskóla. Umhverfisnefnd Hvolsskóla kom til fundar við undirritaðan á dögunum. Þar var starfsemi sveitarfélagsins í grófum dráttum kynnt fyrir þeim og svo höfðu þau hinnar ýmsu spurningar og ráðleggingar fram að færa. Það er alltaf gaman að taka á móti unga fólkinu okkar. Þau hafa skýrað sína málin og þora að segja það sem þeim býr í hjarta. En nú þá að vinna
vinna úr þeim hugmyndum sem fram komu, því án efa verður rukkað eftir þeim á okkar næsta fundi. Hjólastígur milli Hvolsvallar og Hellu. Vinna við fyrirhugaðan hjólastíg milli Hvolsvallar og Hellu heldur áfram. Í vikunni var fundað með hönnuðum og Landsneti. Fyrirhugað stígalagning kemur í kjölfar áforma Landsnets lagningu jarðstrengs frá Hellu í Rímakot til að nýta samlegðar áhrif. Hönnun og lega stígsins liggur fyrir og verið að vinna að ná samkomulagi við landeigendur lagningu stígsins. Landsnet hefur hugað því að hefja sínar framkvæmdir nú þegar vorar. Að lokum, talsverð veikindi hafa verið að ganga yfir samfélagið okkar undanfarnar vikur. Að sjálfsögðu getur það orðið til þess að það komi til skerðingar á hinum ýmsu þjónustu, til dæmis eins og nýlegt dæmi sanna þegar loka þurfti deild á leikskóla vegna manneklu. Við þessu er lítið að gera en óska þeim sem veikjast góðan og skjótan bata og vona að íbúar sýni stöðunni skilning. Anton Kári Halldórsson, sveitarstjóri Rangárþings eystra. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja tjá sig Gjör svo vel, Guri. Takk fyrir oddviti og alltaf gott og gaman að fá þessar punktar. Það væri rosa gott ef þetta minnisblað gæti fylgt fundargögnunum þegar við fáum þau send 2 dögum fyrir fund, þannig við getum þá vera búin að lesa yfir og undirbúa okkur og kannski þá komu spurningar fyrirfram. Þannig ég vona að það verði þá bara veruleika næst. Mér langar svona aðeins bara að ég tók eftir, ég er náttúrulega algjörlega sammála, mér fannst, nú er ég kannski svona pínu hlutdræg, mér fannst þetta nýsköpunarverkefni í Hvolsskóla alveg þrjusu gott. Ég svona, hvað segja, þegar sveitarstjóri það fær mig jafnframt til þess að velta því fyrir sér hvort það sé ekki akkurat svona svo skólakennsla á að virka. Að það er fest í grunnskólalögum að auðvitað eiga allir að fá að njóta hæfileikana sína og eins í aðalnámskrá sem við erum að vinna eftir. Þannig að ég vil bara að komi á framfæri auðvitað á skólastarfi verið svona og starfa þannig að allir fá að njóta sín. Ekki bara í einhverju uppbrot og á uppbrotsdögum. Þetta er eitthvað sem liggur undir alla daga, allt árið í kring. Svo var það varðandi aðalskipulagi. Mér finnst það alveg bara frábært og virkilega fagnaðarefni að það er staðfest og er svona nánast tilefni til þessu skála, finnst mér. Og bara virkilega góðar fréttir og gaman að fá að sjá það. Svo var það varðandi umhverfisnefnd Hvolsskóla sem kom í heimsókn daginn. Það kom líka erindi frá þeim í haust. Þið munið kannski eftir því þar sem var skorað að sveitarfélagi að samræma flokkunarílát fyrir ruslið. Þar sem sveitarstjóri var falið að vinna verkefninu áfram. Hvar er það verkefni statt í dag? Hvernig hvernig sjáum við fram á að það verður bara samræmingu í ruslaílótu? Takk fyrir bílinn. Takk fyrir þetta, Guri. Ég mun koma þessu til sveitarstjóra með að minnisblaðið verði tilbúið fyrir að sjálfsögðu og bara takk fyrir þessa punkta. Ég svo sem veit ekki nákvæmlega hvar það er statt þetta mál með samræmingu á ruslafötum eða ílátum, en það er gott verkefni sem er sjálfsagt bara að vinna áfram. Fleiri sem vilja tjá sig hér? Ef svo er ekki, þá göngum við til næsta dagskrárliðar. Liður númer 2. Það er boðun á landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga. Samband íslenskra sveitarfélaga boðar til landsþings sambandsins föstudaginn 31. mars. Næstkomandi lögð fram tillaga breytingu á aðal- og varafulltrúa á B-lista til að sitja á landsþingi sambandsins.
Og tillagan þá þessi. Tillaga að aðalmaður verði Bjarki Oddsson og til vara Gurrý Hillstad Ólafsson. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það þriðja mál á dagskrá. Það markaðs- og menningarnefnd breytt nefndaskipan N-lista 2023. Lögð fram tillaga fulltrúa N-lista breytta nefndaskipan í markaðs- og menningarnefnd. Tillaga, hún hljómar svo. Tillagan að aðalmaður verði Hildur Guðbjörg Kristjánsdóttir í stað Rebekku Katrínardóttur. Varamaður verði Tómas Birgir Magnússon í stað Hildar Guðbjargar Kristjánsdóttur. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki þá ber ég tillögun upp til samþykktar. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 4. lið á dagskrá og það upp Bergrisinn, uppfærðar samþykktir 2023. Á aukaaðalfundi Bergrisans 20. febrúar 2023 voru samþykktar nýjar samþykktir félagsins og lagðar fram til fyrri umræðu nýjar samþykktir Bergrisans BS. Einhver sem vilja taka til máls hér? Ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi tillögu til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir í fyrri umræðum. Samþykktir Bergrisans, þeir sem það samþykkja rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það 5. liður á dagskrá, það Héraðsbókasafns Rangæinga. Ársreikningur 2022, lagður fram til umræðu samþykktar ársreikningur Héraðsbókasafns Rangæinga fyrir árið 2022. Einhverjir sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun til samþykktar ársreikningur Héraðsbókasafns Rangæinga samþykktur, ber hann upp til samþykktar bara. Þeir sem samþykkja hann rétt upp hönd, hann samþykktur samhljóða. Þá það 7. mál á dagskrá, það byggðaþróunarfulltrúi Rangárvallasýslu. Á 225. fundi byggðaráðs var tekið fyrir minnisblað frá fundi sveitarfélaga í Rangárvallasýslu byggðaþróunarfulltrúa. Eftirfarandi bókun var samþykkt á fundinum. Byggðaráð tekur undir þau sjónarmið sem framkoma í hjálögðu minnisblaði. Byggðaráð tilnefnir Anton Kára Halldórsson og Tómas Birgir Magnússon sem fulltrúar Rangárþings eystra í vinnuhóp til þess að vinna málið áfram. Í vinnuhópinn bættist Gurrý Hillstad Ólafsson sem fulltrúi minnihluta og hefur verið unnið áfram að málinu á síðustu vikum. Og það lagt fram minnisblað stöðu mála, kostnaðaráætlun og næstu skref í verkefninu. Einhverjir sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ef svo ekki, þá ber ég fram eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn fagnar verkefninu og í því felast tækifæri í atvinnu, þróun og nýsköpun á svæðinu. Lagt til að Rangárþing eystra taki þátt í verkefninu með SAS og ráðinu verði byggðaþróunarfulltrúi í Rangárvallasýslu. Lagt til að héraðsnefnd Rangæinga haldi utan verkefnið til að byrja með og geri samning við SAS. Þeir sem samþykkja rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 7. lið. Það erindi vegna aðstöðu fyrir eldri borgara á Hvolsvelli. Benedikta S. Steingrímsdóttir sendi erindi til fjölskyldunefndar varðandi nýtingu á húsnæði leikskólans þegar starfsemin flytur. Fjölskyldunefnd bókaði eftirfarandi. Fjölskyldunefnd þakkar Benediktu kærlega fyrir erindið
Nefndin leggur til við sveitarstjórn að hafin verði þarfagreining sem fyrst á því húsnæði sem losnar í sveitarfélaginu þegar leikskólinn flytur í nýja leikskólabyggingu. Samþykkt samhljóða þar. Einhverju sem vilja tjá sig hér? Bjarki, gjörðu svo vel. Ekki Bjarki, bara allt ná utan þetta hérna. Takk fyrir hluti. Það fundarmenn. Ég vil bara byrja á að þakka Benedikti fyrir erindið. Tekið undir það. Ég held að það sé mjög mikilvægt í þessu, það sem við sjáum nú að við erum að fá þarna húsnæði eða það er að losna. Starfsemin í leikskólanum að færast í nýtt og glæsilegt húsnæði okkar. Að við þarna hugsaum vel hvað við ætlum að gera og hvað við þurfum að gera og eins og fjölskyldunefndin þarna lagði til. En við erum líka búin að samþykkja að fara í skipulagsvinnu á þessum reit og ég veit ekki betur en hún sem komin af stað. Þannig ég held að það sé mjög mikilvægt að áður en við förum í nokkra aðra vinnu að við sjáum fyrir okkur hvað við ætlum að gera á öllu svæðinu áður en við ákvæðum hvað fyrir inn í húsið. Þannig að ég legg til að við klárum skipulagsvinnuna, svo er hægt að fara í þarfagreiningu, hvað geti mögulega að fara þarna inn, hvort við ætlum að selja húsið, hvort við eigum að láta einhvern hafa húsið. En fyrst og fremst held ég að skipulagsvinnan ætti að vera í forgangi. Takk. Takk fyrir þetta Bjarki. Ég tek bara svo sem undir þetta með Bjarka. Ég held að þetta sé spennandi að sjá. Það eru fullt af skemmtilegum verkefnum sem að gætu rúmast í þessu húsi og ég held svo sem að það sé bara gott að byrja á því að fara að skoða það og þarfagreina. Jafnframt því að náttúrulega vinna að þessu skipulagi. En ég held að það sé nú allavega hvað mig varðar, held að það sé bara gott að reyna að koma þessu húsi svona í nýtingu sem fyrst, en þó auðvitað náttúrulega með því móti að það sé búið að meta þörfina og svona hvað passar þarna best inn í. Eru fleiri? Sigríður? Karolína, gjörðu svo vel. Og aðrir fundarmenn. Já, ég er alveg sammála Bjarka, þetta þarf að ákveða hvað við ætlum að gera á þessu svæði. En ég vil ítreka að það er ekki bara þetta hús sem er fast á grunni, sem sagt örkin sjálf, heldur eru önnur hús eins og húsið þar við hliðina sem að myndi geta nýst líka. Þannig að mér finnst alveg, við þurftum að huga að því mjög fljótlega hvort það sé ekki grundvöllur fyrir að nýta eitthvað af þessum húsnæðum fyrir starf eldri borgara sem er bara mjög þarft. Takk. Eru fleiri sem vilja tjá sig hér? Rafn, gjörðu svo. Takk fyrir það, Oddviti, aðrir fundarmenn. Já, það er svona kannski lúxusvandamál að hvað maður gerir með allt þetta húsnæði sem sveitarfélagið á. En mér finnst kannski, auðvitað þarf að fara í einhverja þarfagreiningu, en mér finnst kannski liggja líka, þurfum að gera greiningu. Hvar er þörfin? Það hefur verið nefnt fyrir eldri borgara, það hefur verið nefnt fyrir viss. Ég held að við þurfum líka að gera greiningu og reyna að átta okkur á því hvar er raunveruleg þörf fyrir meira húsnæði. Þetta auðvitað óskir og allir vilja meira húsnæði og allt það. En við þurfum líka að horfa í með gagnrýnum huga hvar er virkilega þörf. Og við eigum ótrúlega mikið húsnæði. Við eigum hérna í Álusetur og það sem margbúið að taka umræðu og töluvert langt síðan átti meira að segja að fá kostnaðarmat á það hús til við getum tekið umræðu hvað þetta gera í framtíðinni. Ég held við þurfum að taka þetta svolítið breiðar í grunni. Og að mínum mati þurfum við að vera svolítið gagnrýnin og bara svolítið ákveðin á því líka hvaða eignir við getum losað. Því að þetta er bara gríðarlegur kostnaður sem fylgir því að það þarf að vera vel ígrundað áður en við ákveðum að ráðstafa húsnæði undir, og ég er ekki að gera lítið úr starfsemi eldri borgara, það má ekki misskilja mig. En við þurfum samt að forgangsraða og vera með skýra sýn hvernig við ráðstöfum þessu húsnæði og hvar þörfin er virkileg og hvernig við getum gert það með sem hagstæðustum hætti. Takk.
Takk fyrir Rafn. Bjarki, þú var það ekki, búinn að biðja orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir, já. Rafn náði nú að fara yfir svona í stærstum hluta, það var sögusetrið og þessi húsnæði sem við eigum, sem við erum með þegar í ferli, sem ég ætla svo sem að koma inn á. En ég held einmitt að það sé mjög mikilvægt að við náum samtali og Benedikta sendir þarna erindi sem er bara mjög gott og að fólk sækist eftir því sem að það vill. Við getum ekki gert fólki upp skoðanir, þannig að það er bara flott að fá erindið. En ég held að væri flott að einmitt að hitta þá stjórn Félags eldri borgara og ræða við þau hvaða húsnæði hafa þau huga á að nýta undir starfsemi, því að við höfum boðið upp á húsnæði hérna sem að þau hafa ekki viljað nýta. Þannig ég held að sé fínt að við fáum bara stjórnina og þá fáum við svolítið líka skýrari mynd á hvaða starfsemi yrði í húsinu og hvers konar hús væri best undir. Þannig að ég held að við ættum að skoða þetta gaumgæfilega. Takk. Takk fyrir það. Bjarki, Árný, gjörðu svo vel. Góðir fundamenn. Já, ég þakka Benediktu kærlega fyrir þetta bréf því að einhvers staðar verða málin að byrja og þarna er greinilega kominn góður grundvöllur til umræðu hvað vilja eldri borgarar, hvað vantar þeim, hvað vilja þau hafa í þeirri aðstöðu sem þau fá. Það verður vonandi bara næsta skref og við fundum með okkar fólki og förum yfir það hver er þeirra þörf, hvað sjá þau fyrir sér, því að við þurfum ekki að deila út húsi sem að þeim vantar ekki að hafa neitt í. Þannig að ég held að það sé næsta skref, en umræðan er góð og þarfagreiningin þarf að fara fram á öllu okkar, eins og talað Þannig að bara takk Benedikta fyrir bréfið, þetta vekur okkur aðeins til umræðunar og vonandi hittum við þau bara sem fyrst. Takk. Takk Árný, Guri, gjörðu svo vel. Takk fyrir, og ég held að við séum ekkert brjálæðislega ósammála einn hérna inni, en það snýst í mínum huga þaust að það deiluskipulagsvinnan farin á stað og það er rosalega gott að klára þegar þessi reiturir eru ekki skipulagðir. Og það er rosalega gott að klára svo vinnu fyrst, þess að binda ekki húsið við einhver starfsemi og segir kannski fyrst bindum við deiluskipulagið fyrst við einhver starfsemi líka, þess að skipulagsvinnan kemur fyrst, svo útveitum við húsnæði. Held ég. Takk. Takk fyrir þetta, Guri. Já, ég held að við getum svo sem unnið þessa þarfagreiningu kannski og skipulagið svolítið samhliða. Ég held að þetta kannski á einhverjum hluta fer þetta saman, þessir tveir hlutir. Eru fleiri sem að vilja tjá sig varðandi málið? Ég var kannski að hugsa að nýta hérna aðeins við þessa bókun. Kannski við bara rennum aðeins yfir hana fyrst hérna. Sveitarstjóra vinna þarfagreiningu og í framhaldi minnisblað mögulega notkun húsnæðisins. Jafnframt að halda áfram eða að ljúka vinnu við heildarskipulag reitsins. Hvað segið þið það? Deiluskipulag. Já, deiluskipulag. Rafn, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta Oddviti. Bara svo að það sé skýrt, þarfagreining kemur fram í bókun fjölskyldunefndar þarfagreining á húsnæðinu. Mér finnst eiginlega mikilvægara að fara í þarfagreiningu á, þeim aðilum sem vantar húsnæði eða svoleiðis, skiljiði. Ekki á húsnæðinu sjálfu, heldur þarfagreiningu á hvernig húsnæðið nýtist sem best ef við ákveðum að eiga það, eða skiljiði mig að það sem falist í þarfagreiningunni. Takk. Góður punktur, ef ekki að bæta því það þarna bara fyrir aftan, vinna þarfagreiningu á húsnæðisþörf, greiningu á húsnæðisþörf. Já, greiningu á húsnæðisþörf. Ég ætla þá að lesa þessa bókun upp hérna.
Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að vinna greiningu á húsnæðisþörf og í framhaldi minnisblað möguleika notkun húsnæðisins, jafnframt að ljúka vinnu við deiliskipulag reitsins. Samhliða þá. Já, samhliða að ljúka vinnu við deiliskipulag reitsins. Sveitarstjórn, fleiri sem vilja tjá sig hér? Já, Árni ætlar að... Bara svo við gleymum því ekki, þá var erindið húsnæði fyrir eldri borgara, aðstöðu fyrir eldri borgara í leikskólahúsinu og mér finnst við aðeins vera að fara út í skipulagsmálin, hvað við ætlum að deiluskipuleggja og annað, en við ættum samt að eiga samtali við eldri borgara þeirra þörf. En auðvitað þarf að greina á allt það, en bókunin fannst mér vera svolítið bara það að við þurftum að fara yfir það hvað húsnæði við ættum og hver þörfin og auðvitað þurfum við að fara yfir það hver þörfin hjá eldri borgurum. Mér fannst það svona aðalmáli hjá þeim að þeim vantar húsnæði. Það er bara fyrir hvaða starfsmál það hafa. En hitt svona stærra mál, deiluskipuleggja á svæðinu. Takk. Já, Bjarki. Takk góðviti, þannig bregðist bara eins við þessu frá Árni að þá finnst mér sko að þannig að við getum tekið ákvörðun hvort að það komi til greina að einhver félagasamtök fari inn í húsið eða hvort við ætlum að selja það eða hvað við ætlum að gera með það, að þá þarf að ljúka deiliskipulagsvinnunni og ég skil að erindi sem slíkt ekkert verið að óska eftir deiliskipulagi en þannig að við getum tekið vanda og góða ákvörðun að þá verðum við að klára þá vinnu. Þá getum við tekið ákvörðun hvort að þessi starfsemi komi til greina inn í húsið. En ég held að það sé mjög vandað hjá okkur út af því að þessi vinna komin af stað. Hún á ekki taka langa tíma, það ekki stór reitur sem undir. Heldur þurfum við sveitarstjórnin að taka ákvörðun hvað ætlum við að gera á þessum tiltekna reit. Ætlum við að halda honum bara óbreyttum, ætlum við að byggja eitthvað upp annað og hendar þá þessi þjónusta inn í þetta. Ég alveg sammála því sem hefur komið fram hérna. Auðvitað þurfum við að búa eldri borgurum góða aðstöðu til félagsstarfs. Hvort að hún eigi að vera þarna eða í færanlegum kennslustofum sem eru á lóðinni sem hægt að færa eða hafa þarna. Það bara kemur vel til greina. Allt kemur vel til greina en ég held að grunnurinn sé skipulagið. Þegar það búið þá getum við farið að staði þessu og miðað við hvað okkur hefur gengið illa að þarf að greina að þá held ég að skipulagsvinnan verði búin á undan. Já, ég held að þetta geti bara allt farið saman og þetta sé allt eitthvað sem að bæði verið að vinna og þurfi að vinna. Þannig að ég ætla nú, eru einhverjar fleiri athugasemdir eða vill einhver tjá sig frekar málið? Sigríður Karin gjörðu svo vel. Og aðrir fundarmenn, ég vil bara ítreka það að við bókum samkvæmt erindinu. Mér finnst þá frekar að það mætti vera annað erindi deiluskipulag reitsins og það fram eftir götunum. Þannig að við horfum svolítið á erindið sjálft. Guri, gjörðu svo vel. Erindi kemur frá fjölskyldunefndinni að það verður unnin þarfagreiningu sem fyrst af því húsnæðis- og losnæðisveitarfélaginu. Erindi frá félagi eldri borgara fer til fjölskyldunefndar. Þannig að mér finnst alls ekkert óeðlilegt að ræða skipulagsmálin í sambandi við fyrstu þarfagreiningu á húsnæði. Mér finnst það bara mjög eðlilegt. Og skipulagsvinnan, umræðan skipulag er það sem við byggjum okkar vinna á. Þannig ég nú bara skil ekki hvert þið eru að fara.
bara sorry. Takk. Takk fyrir ykkur, Sigríður, gjörðu svo vel. Oddviti og aðrir fundarmenn. Sko það sem ég bara vildi ítreka aftur er sem sagt erindið. Þetta ég veit alveg fullkomlega að þetta kemur frá fjölskyldunefnd. Erindið kemur frá Benediktu Steingrímsdóttur, áhugamann starf í eldri borgara í Rangárþingi eystra. Þetta kemur ekki frá félagi eldri borgara í Rangárvallasýslu og þess vegna vil ég bara árétta það að við séum að getum horft í það. Ég ger mér alveg fulla grein fyrir því að það þarf að fara í deiluskipulag og þessa alla vinnu sem þarf að gera. En ég bara vil ítreka það, mér langar að við allavega einblínum á erindi sem að kemur frá fjölskyldunefnd húsnæði fyrir eldri borgara hér í Rangárþingi eystra. Oddviti, hann ætlar að taka fundarhlé.
Já, velkomin aftur. Við erum sem sagt hér í 7. dagskrárlið erindum aðstöðu fyrir eldri borgara á Hvolsvelli. Guri bað orðið hérna. Takk fyrir það, ég ætla bara að biðjast Þorláks fyrir að áfæra með rangt mál áðan og sagt að það var félag eldri borgara sem hefur sendið erindi til fjölskyldunefndar, svo var ekki, það var einstaklingur Benedikta Steingrímsdóttir. Fyrst Þorláks að til, takk. Já, þá ætla ég að lesa upp eftirfarandi bókun varðandi 7. lið. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að vinna greiningu á húsnæðisþörf undir félagsstarf í sveitarfélaginu og vinna í framhaldinu minnisblað möguleika notkun húsnæðisins og leggja fyrir sveitarstjórn samhliða verður lokið við vinnu við deiliskipulag ritsins sem eignirnar standa á. Þeir sem samþykkja þetta rétt upp hönd. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 8. dagskrárlið og það er umsókn leyfi fyrir rekstri á stöðvalausri deilileigu fyrir rafskútur í Rangárþingi eystra. Lögð fram umsókn Hopp og South Coast Adventure e.h.f. leyfi fyrir rekstri á stöðvalausri deilileigu fyrir rafskútur í Rangárþingi eystra. Er einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta mál? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk, Ódidi. Langaði kannski bara í fyrstu umferð allavega að spyrja út í af hverju er verið að sækja þetta til sveitarfélagsins. Þú veist, hvaða stjórnsýsla er í kringum þetta? Af hverju, vitið þið það, af hverju þetta kemur inn til sveitarfélagsins, af hverju er ekki hægt að hefja bara leyfi á þessu eins og er víða land? Á hvaða grunni er þetta og ég sá að það er ekki miklar skyldur sem að hvíla á sveitarfélaginu. Langaði bara svona að fá aðeins betri upplýsingar ef að það væri hægt. Takk. Takk fyrir það, Bjarki. Ég svo sem hef ekki svör á reiðum höndum varðandi það. Ég svo sem gerir ráð fyrir því að þessi leið sem hefur verið farin annar staðar og það sem fylgir erindinu er nokkuð greinargóð yfirlit eða samningur varðandi þetta og ég held svo sem að sveitarfélagið hafi eitthvað þetta að segja bara svona almennt ef að það er farið í svona atvinnustarfsemi í sveitarfélagi. Fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta. Bjarki, gjörðu svo vel. Já, ég geti í rauninni verið sammála því að það sé fínt að við höfum eitthvað þetta að segja og þess vegna ætla ég að segja nokkur orð þetta. Mér finnst, ég ætla ekki að setja mig á móti þessu en það hefur verið töluverð umræða og þá helst slys og ölvun á þessum tækjum. En ég held að það sé þá mikilvægt að horfa til þess að það er fullt af svona tækjum hérna í sveitarfélaginu. Þetta allavega miðað við fyrstu hugmyndir að komi 10 hjól hérna á göturnar verður það ekki aukning sem við verðum mikið var við ef við horfum á fjöldan og ef við horfum á fjölda hjóla og umferðinni. En þarna, og þegar við talaðum slys, ef maður skoðar slysatölfræði að þá eru 31% óvarna einstaklingu í umferðinni sem að lenda í slysum og rafmagnslöpuhjólum á móti 25% sem eru reiðhjólum, þannig að það er ekki gríðarlegur munur þar á. Ég veit ekki hvort það er mikill munur á alvarleika slysa og það er kannski ekki eitthvað sem við ættum að skipta okkur mjög mikið að. En maður sé líka kannski þau vandamál sem að gætu
þetta geti skilið eftir sig sem að rafhlaupahjól í einkaeigu skilja ekki eftir sig er að þetta verði skilið eftir út allt. Og ég held að við þurfum að þarna vera með eitthvað skýra sýn í því hvernig við ætlum að bregðast við því, hvernig það verði eitthvað samkomulag sem ég sá að það er nú einhvers konar samkomulag þarna í þessari yfirlýsingu eða samkomulagi milli sveitarfélagsins og HOP sem við ætlum væntanlega félagssveitarstjóra undir þetta. En 4 klukkutímar er svolítið langur tími í umferðinni. Þeir skuldbinda sig að fjarlægja hjólin innan við 4 klukkustunda og ef að þau valda hættu í umferðinni þá er 4 klukkutíma mjög langur tími og það er ekki víst að við myndum sætta okkur við það að hætta í hinni almennu umferð yrði brugðist við henni innan 4 klukkustunda. Þannig að ég held að það sé þessi atriði sem að ég hef áhyggjur af, það er þá helst bara umgengni og þarna hætta í umferðinu og við getum auðvitað brugðist við því en ég mun ekki setja mig upp á móti þessu og væri til í umræður þennan lið. Takk fyrir það, Bjarki. Já, ég held svo sem að þetta sé 4 klukkutímar geti verið langur tími í einhverjum tilfellum og kannski svolítið erfitt að bara átta sig á þessu hvernig eða hvort að það er og sjálfsagt er nauðsynlegt að líka eins og þú segir að sveitarfélagið svona hafi eða fylgist með allavega svona starfseminni á meðan að þetta er að fara af stað og svona sjá hvernig þetta gengur og þegar það byrjaði á einhverju nýju þá líka tekur væntanlega alltaf einhver tíma svolítið að aðlaga hlutina og fá þá til þess að svona renna smurt en að sjálfsögðu þurfum við að vera vakandi fyrir því að það verði gert. Ég er hjartanlega sammála Bjarka varðandi það. Fleiri sem að vilja taka til máls varðandi þetta? Bjarki, gjörðu þið svo vel. Þeir bara langaði að nýta einu við þetta út af því að eins og ég kom inn á, ég hef ekkert þessar stóra áhyggjur af slysunum þar sem ég fór yfir það áðan. Það er þessi umgengnisatriði. Ég er bara að velta fyrir mér út af þarna það eru ákveðnar heimildir í þessum samningi eða hvað þetta nú kallast að við sveitarfélagið getum fjarlægt hjólin. Ég er bara að velta fyrir mér ef að þetta fer að verða vandamál og starfsmenn sveitarfélagsins þurfa að vera að hirða hjól upp hérna alla trissur að við höfum eitthvað í hendi okkar, við getum sendt reikning, við getum gert eitthvað, við getum brugðist við á einhvern hátt ef þetta verður vandamál. Svo kannski verður þetta ekkert vandamál og þá þarf ekkert að ræða það. En að við séum búin að gera það fyrir það að við séum ekki með starfsmann og launum hjá okkur við að hirða upp rafmagnshlaupahjól allar trissur hér sveitarfélagið. Takk. Takk fyrir Bjarki. Tek undir það. Fleiri sem vilja tjá sig varðandi rafskúturnar, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti. Ég bara velti fyrir mér þetta með leyfið. Deilum við út svona, ef við skiljið, ég meina, er þetta ekki bara eins og hvert annað fyrirtæki? Eða sem það þá bara starfa samkvæmt, heilbrigðiseftirliti og öðrum svoleiðis lögum. Erum við að útdeila einhverjum sérstökum leyfum í þessu? Getum við hafnað þessu? Ef við segjum nei, er þá bannað? Eða skiljið, ég átta mikið á þessari leyfisveitingu sem við virðumst vera komin í samkvæmt þessu erindi. Í mínum huga er þetta bara annað fyrirtæki, eitthvað fyrirtæki. Við erum ekki að gefa leyfi fyrir bílalegum eða reiðhjólalegum. Er það? Ég bara velti fyrir mér á hvaða grunnum er þessi leyfisveiting. Já, áttum við ekki alveg hvað okkur kemur þetta við? Eða skiljið, auðvitað kemur okkur þetta við varðandi skúturnar og allt það, en ég átta mig samt ekki á þessu leyfi og af hverju þarf eitthvað samstarfssamning við sveitarfélagið til að reka fyrirtæki. Kannski það bara sem ég er að velta fyrir mér. Takk. Takk fyrir þetta Rafn. Margrét Jóna. Beðum orðið, gjörðu svo vel.
Já, ég svo sem hef nú ekki sett mig mjög djúpt inn í þetta mál, en það er svo þannig að til þess að geta rekið þetta þá þarf þetta að vera sérleyfishafi og væntanlega snýst þetta eitthvað um það að þeir eru að nota götur og gangstéttir í sveitarfélaginu og það sem að það hafa sveitarfélag hafnað þessu og þar að leiðandi hefur rekstur ekki verið hafinn í þeim sveitarfélagum þar sem verið hafnað eða þá og ég man eftir að lesa frétt frá Akureyrarbæ þar sem að samningur var að renna út og þeir vildu einmitt gera aðeins önnur skilyrði heldur en voru í eldri samning. Það virðist nú vera bara svona slípa flest allt til í þessum samning, mér sýnist það, en enga síður þá er það alveg í ykkar valdi sett að koma með athugasemd við þennan samning og jafnvel breyta honum. Hann er til dæmis til 3 ára, kannski til pröfu mætti gera hann samning til 1 árs, það gæti verið tillaga ykkar, það gæti verið einmitt, það gæti verið bætt þarna inn ákvæði að sveitarfélagið getur rukka fyrir ef að þeir þurfa að vera alltaf eins og Bjarki var að tala um að hirða upp hjól og svo framvegis. Þannig að mínum að þeir þurfa ekki að ganga að þessum samning óbreyttum og svo er það einmitt bara hvort þið vilja þessi þjónusta sé á svæðinu eða ekki, það er bara í ykkar valdi. Sætt. Takk fyrir þetta, Margrét. Guri, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Margrét. Getur kannski útskýrt fyrir okkur líka þá, Margrét, getum við þá á hvaða grundvelli getum við hafnað þessu? Þú veist, hvaða lagagrunn er það byggt? Þú veist, er þetta bara þegar okkur langar ekki ef við segjum bara nei? Eða getum við sagt nei ef okkur dettur það í hug? Þú veist, hvar er þetta geymt í lögum? Takk. Takk fyrir Guri. Margrét, gjörðu svo. Bara að viðurkenna að ég þekki ekki hvað þetta er geymt í lögum, en svona grunar að fyrst að þetta snúist eitthvað sérleyfishafa, þá sé það eitthvað á því. En ef ég man rétt, það voru nú eitthvað svona deildar meiningar laga grundvöll þessara skúta svona yfir höfuð. Og þannig að þetta er svona, kannski svona eins og stundum vill vera að það kemur eitthvað nýtt og það tekur svolítið tíma að lagfesta það og ég svona hef nú kannski grun að þessi leið hafi bara verið farin til þess að fyrirtækið sé með leyfi frá sveitarfélaginu þó svo það sé ekki byggt á neinum lagagrundvelli. Ég svona hef grun það, sé þannig. Takk fyrir þetta, Margrét. Eru fleiri sem vilja tjá sig hér? Guri, gjörðu svo vel. Takk fyrir hljóðbyttu og takk aftur, Margrét. Já, það var eiginlega einmitt það sem ég datt í hug líka, en það er samt, þú veist, pínu jákvætt, finnst mér ekki bara pínu, þetta er bara jákvætt að það er leitað til samstarfs. Þannig að þetta er gert svona bara í sátt og samlyndi, þegar við vitum líka þessu ráðskútur náttúrulega hafa verið til vandræða í mörgum sveitarfélögum og en við náttúrulega kemur ekki til ljós fyrir nú prófum, það er líka bara þannig og við getum náttúrulega sagt, ok, við bara göngum til samstarfs til 1 árs, sjáum til hvernig það fer og ef það er rosalega mikil óánægja í samfélaginu þá getum við sagt að þetta er bara ekkert æskilegt í okkar samfélagi. Þannig það væri hægt. Takk fyrir. Takk fyrir það. Fleiri sem vilja tjá sig hér, Bjarki. Takk fyrir þinn. Herðu, í ljósi þessara umræðina og sem eru bara ekkert nema góðar þetta, ég hef allavega nákvæmnar hugmyndir hvernig ég sá þetta fyrir mér. Ég hefði viljað sjá einhver ákvæði að við gætum rukkað fyrir ef við þyrftum í einhverjum ákveðnum aðstæðum. Ég er ekki að segja að það þurfi í hvert einasta skipti en að við skilgreinum þá hverjar eru þær aðstæður þar sem við þurfum eða starfsmenn okkar þurfum að sækja hjólið eða fjarlægja hjól, hvernig sem það er. Ég er sammála þessi samningur þó hann eigi að vera í endurskoðun og gott samstarf, þá held ég að sé eðlilegt að við byrjum á að semja til styttri tíma en 3 ára og í ljósi þess að við viljum gera breytingar á samningnum, þá legg ég til að við frestum þessu máli og vinnum bara að málinu í samstarfi við
þá umboðsmanninn hérna eða Hopp á Íslandi sem að sækja þetta. Þannig að það mín tillaga, við frestum afgreiðslu málsins. Takk fyrir þetta. Mig langar nú að biðja fundarmenn kannski aðeins að við svona hugum að því hvað við komum hér oft í pontu. Auðvitað þurfum við að ræða málin, en líka bara að við reynum þá að kannski að nýta færri uppkomur til þess. Já, ég svo sem kannski held að við getum nú svo sem breytt þessari ágætu bókun og þá að sveitarstjóra verði falið þá að vinna málið áfram og þá með þessum athugasemdum sem hér hafa framkomið varðandi þá ábyrgð sveitarfélagsins og eins þá varðandi tímalengd samningsins. Ég held að það sé Margrét gjörðu svo vel. Já, kannski ákveðið að komið fram og sérstaklega í ljósi þess að við erum að velta fyrir okkur sko á hvaða forsendum er verið að veita leyfi og svo framvegis að eins og þessi samningur er í raun og veru ekki eiginlegur samningur heldur samstarfsyfirlýsing á milli tveggja aðila og það er hægt að segja honum upp með engum fresti þannig að það er svo sem ekki heldur verið að binda hendur sveitarfélagsins myndi ég segja nánast, já, að mjög litlu leyti allavega með þessu þannig að það er ekki þannig að segja, ok, höfum hann til eins árs eða þriggja skiptir kannski ekki öllu máli af því að það er ekki stór mál að segja hann upp sem eins og væri kannski ef þetta væri samningur en þetta er bara samstarfsyfirlýsing. Já, svo sem legg ég það til að við afgreiðum málið og þá að sveitarstjóra verði falið að ganga frá þessum samstarfssamning. Eigum að setja ganga frá í staðinn fyrir undirrita eða viljiði? Undirrita, já, ok. Já, samstarfsyfirlýsing, já. Mér langar þá að bera þessa bókun upp til samþykktar, sveitarstjórn samþykkir leyfi fyrir rekstri á stöðvarlausri deilileigu fyrir rafskútur í Rangárþingi eystra. Sveitarstjóra falið að undirrita samstarfsyfirlýsingu milli sveitarfélagsins og sérleyfishafa. Þeir sem samþykkja rétt upp hönd. Er samþykkt með 6 atkvæðum. Þeir sem eru á móti samþykkt með 6 atkvæðum og Bjarki Oddsson situr hjá. Þá erum við komin í 9. dagskrárlið þessara fundar. Það eru umsókn tvískipta skólavist. Guðmundur Fannar Markússon. Lögð fram umsókn Guðmundar Fannars Markússonar tvöfalda skólavist. Er einhverju sem vilja sjá sig hér? Ef svo er ekki, þá ætla ég að lesa upp eftirfarandi bókun. Í leiðandi áliti Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 1. október 2019 tvöfalda skólavist leik- og grunnskólabarna kemur fram að þarfir barns verða að vega þyngra en sjónarmið jafnrétti foreldra. Rétt sé því að miða við að foreldrar lagi sig að aðstæðum barnsins til að tryggja því samfellu í daglegu lífi, öryggi og festu
fremur en að barnið aðlagi sig að aðstæðum foreldra. 1. janúar 2022 tóku gildi breytingar á barnalögum þar sem skipt búseta barna var lögfest. Forsendur þess að hægt sé að semja skipta búsetu að búsetaforeldrar sé þannig háttað að barn sæki einn leik- eða grunnskóla. Í skýringum með lögum segir meðal annars með tilliti til hagsmuna og þarfa barnsins enn fremur gerðar krafa nálægð heimila. Gera verður ráð fyrir að foreldrar búi oftast í sama sveitarfélagi og eftir atvikum í sama skólahverfi. Með hliðsjón af því hvaða mörk liggja oft þétt þó ekki gerð skilyrðislaus krafa búsetu foreldra í sama sveitarfélagi, heldur gert ráð fyrir að í einhverjum tilvikum geti verið nærliggjandi sveitarfélög að ræða. Tekið skýrt fram að búseta foreldra verði að vera þannig háttað að barnið sæki einn skóla eða leikskóla frá báðum heimilum. Á 259. fundi sveitarstjórnar 9.1.2022 kallaði forstöðumaður skólaþjónustu Rangár, Valla og Vestur Skaftafellssýslu eftir afstöðu þáverandi sveitarstjórnar í garð slíkra beiðna. Þá samþykkti sveitarstjórn eftirfarandi: sveitarstjórn Rangárþings eystra sammála þeirri afstöðu sem kemur fram í niðurstöðu álits Sambands íslenskra sveitarfélaga og telur að hafna eigi slíkum beiðnum. Að öllu framangreindu samræmist hvorki tvöfalt leik- né grunnskólavist ákvæðum laganna og sér sveitarstjórn ekki fært að samþykkja tvöfalda skólavist barna í sveitarfélaginu. Erindinu því hafnað á þeim forsendum. Þeir sem samþykkja þessa bókun réttið upp hönd. Það samþykkt samþykkt að hafna erindi. Við tökum örstutt fundarhlé.
Þá erum við komin í 10. dagskrárlið og það er fyrirspurnir B-lista til sveitarstjóra. Hver ætlar að fylgja því? Guri, gjörðu svo vel. Takk, Oddviti. Nú er náttúrulega sveitarstjóri ekki á staðnum, en svona er það. Fyrsta spurningin er þá svohljóðandi að 299. fundi sveitarstjórnar var eftirfarandi bókun gerð varðandi hljóðvist í Hvolsskóla. Umsjónarmanni fasteigna og skólastjórnendum falið að afla ráðgjafar greiningu og tillögu að úrbótum varðandi hljóðvist. Spurning okkar er greiningavinnan farin fram og komu til við ráðleggingar varðandi úrbætur. Spurning nummer 2. Við ekki taka þetta bara allt í einu og svo svaraði bara eftir. Númer 2. Í minnisblaði sveitarstjóra frá 12. janúar síðastliðinn kom eftirfarandi fram. Undanfarin ár hefur sveitarfélagið unnið að stofnun félags rekstur aðstöðu við Seljalandsfoss í samvinnu við aðra landeigendur á svæðinu. Vinnan hefur reynst mun umfangsmeiri og tímafrekari en áætlað var í upphafi. Nú er hins vegar farið að sjá til lands og vonir standa til þess að hið nýja félag geti hafið störf á næstu viku. Fyrstu verkefni hins nýja félags er að hefja vinnu við framkvæmdir á svæðinu í samræmi við gildandi deiliskipulag. Þar er meðal annars gert ráð fyrir nýjum bílastæðum, gönguleiðum og uppbyggingu gamla bæjarins í Hamragörðu. Spurning okkar er, hver er staðan í dag? Er búið að ganga frá samkomulagi? Og þriðja spurningin, á 299. fundi sveitarstjórnar var eftirfarandi bókun gerð varðandi húsnæði Söguseturs á Hvolsvelli. Sveitarstjórn þakkar Úlfari Þór fyrir greinargóða og áhugaverða kynningu framtíðarmöguleika nýtingar á húsnæði Söguseturs. Sveitarstjóri falið að vinna áfram að málinu í samráði við leigutakann og komið með tillögu að fundi sveitarstjórnar í september 2022. Spurning okkar er búið að ganga frá leigusamningi við núverandi leigutakann eða er komin áform nýtingu hússins með öðru sniði? Takk. Takk fyrir þetta, Guri. Ég ætla að lesa upp hér svör sveitarstjóra varðandi þetta erindi og það er fyrst varðandi vinnum greiningu tillögur til úrbóta varðandi hljóðvist í Hvolsskóla. Ekki hefur farið fram önnur greiningavinna en sú sem unnin var fyrir yngsta stig Hvolsskóla árið 2018 og úrbætur gerðar samkvæmt henni. Að öðru leyti hefur ekki verið aðhafst í málinu enda hefur áhersla verið lögð á að fyrirbyggja myglu og rakaskemmdir í Hvolsskóla frá síðastliðnu hausti. Varðandi spurningu númer 2 að stöðu á samkomulagi stofnun félags rekstur aðstöðu við Seljalandsfoss. Þá hljóðar svarið á eftirfarandi hátt. Staðan í dag er sú að fyrir liggja drög að hluthafasamkomulagi, samþykktum fyrir hið nýja félag, samningi afnotarétt og þjónustu og viðauka vegna landamerkjamála. Þau gögn voru send sveitarstjórnarfulltrúum þann 17. janúar. Óskað var eftir því að PFC myndi stilla upp útfærslu varðandi stofn efnahagsreikning og útfærslu A og B hlutabréfa fyrir hið nýja félag. Tillögur PFC bárust þann 28. febrúar og nú í rýni hjá lögfræðingi sveitarfélagsins. Þá er það spurning númer 3, stöðu á leigusamning vegna húsnæðis Söguseturs og áforma nýtingu húsnæðisins. Svarið er eftirfarandi, ekki hefur verið gengið frá áframhaldandi leigusamning við núverandi leigjanda. Verðmat hefur verið fengið frá 2 fasteignasölum varðandi hugsanlegt söluvirði hússins. Sveitarstjóri vinnur að gera minnisblað varðandi möguleika á framtíðarnotkun eða sölu hússins og verður það minnisblað lagt fyrir sveitarstjórn byggðarráð á næstu dögum. Eru einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo er ekki þá höldum við áfram í
11. dagskrárlið fundarins og þar er tillaga breytingu á gjaldskrá skólaaksturs. Lagt fram erindi verktaka sem sjá skólaakstur í Rangárþingi eystra þar sem lagðar eru fram tillögur að breytingum á gjaldskrá skólaaksturs og breytingu á ákvæði uppreikning taxta eftir vísitölu. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi þetta? Rafn, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Oddviti. Mér langaði bara aðeins að forvitnast, sko, það breyting þarna vegna stærðar á bílum og öðru, búið að leggja mat á hvað þessi breyting kostar? Eða er þetta hækkun, mun liðurinn hækka eða breytir þetta ekki máli gagnvart því? Svo bara rifja upp með þessa vísitölu, hvað hún er reiknuð oft. Þetta er nú ekki alveg nýtt mál undir sólinni en hérna ég man ekki alveg, það var eitthvað ástæða fyrir því að við vorum með þetta eins og þetta en við vorum ekki með þetta á svona þétt. Það er ekki rétt menna hjá mér, þú kannski Margrét, þetta lendir á þér að svara mér núna. Takk. Takk fyrir Rafn. Margrét, gjörðu svo vel. Já, það er hérna rétt hjá Rafni, þetta er nú kannski ekki nýtt undir sólinni að þessi mál kom inn á fundi setjastjórnar. Kíkti svona rétt yfir svona það sem hefur verið að gerast undanfarin ár með samninga skólaakstur. Og í febrúar 2019 þá kom ósk frá skólabílstjórum að endurskoða samninginn og hann var endurskoðaður þá. Það kom aftur, sú endurskoðun þótti ekki nógu góð, þannig að í nóvember 2020 var hann aftur endurskoðaður og þá var lagt í mjög mikla vinnu í endurskoðun samningsins. Það voru margir fundir haldir, það voru drög send fram og tilbaka og þessi vinna tók sem sagt 11 mánuði þar til að allir næðu saman um samning sem að talinn var alveg skotheldur og allir sáttir við. Og sem var undirritaður í október 2021. Síðan kemur aftur erindi til sveitarstjórnar vor 2022 og þá var gerður viðauki við samninginn þar sem var tekin ákvörðun í sveitarstjórn að reikna upp þessa vísitölu mánaðarlega fram á vor ef ég man rétt út af því að verðbólga var orðin mikil og svona og verktakarnir töldu sig vera þar af leiðandi hlunnfarnir að þetta væri ekki gert mánaðarlega, þannig að viðaukinn var en hann var bara út þessa önn. Í dag er þetta endurskoðað, uppreiknað 2 sinnum á ári í janúar og júlí og þannig hefur þetta verið alveg frá því að fyrstu samningar voru undirritaðir fyrir röglega 20 árum eða eitthvað svoleiðis. Það er ekkert sem bannar það að þetta sé uppreiknað mánaðarlega. Það er bara smá vinna inn á skrifstofunni en þetta tekur enga stund, það er ekki stór mál, þetta er allt ákvarðanir. Það er væntanlega einhver kostnaðar auki sem að felst í því að uppfæra þetta mánaðarlega. Sérstaklega þegar verðbólgan er eins og hún er þessa dagana. Varðandi breytinguna á töxtunum, það er aðeins að opna hérna, ég man ekki alveg. Það er dag erum við með inn í samningnum 7 taxta og þeir eru fyrir 7 mismunandi stærðir á bílum. Það var samt kemur fram í samningnum að lægsti taxtinn yrði aldrei notaður sem er 1-6. Einhver hluta vegna náðist sú niðurstaða á einhverjum tímapunkti
og þannig að ég er ekki búin að kostnaðargreina nákvæmlega þessa tillögu breytt á texta en ég held að þetta sé, ég setja skjölin saman til að vera alveg viss. Allan skildist mér á þeim að þetta væri ekki mikið breyting. Hvað er hinn? Er þið nokkuð að flytja ykkur á? Svona. Sko, í núverandi samning er þá 7. Ég get ekki opnað þetta samtíma, en ég er algjörlega til í að bara smetla á þetta kostnaðargreiningu á morgun, bara til að við áttum okkur á þegar að sjálfsögðu skiptir svolítið miklu máli hvað þetta, ég get ekki opnað þetta samtíma, bara vill ekki opnast, en það væri bara tilvalið að gera það, en eins og ég segi, þá eru þetta verktakasamningar sem hafa fengið mjög mikla yfirhalningu á síðustu árum og verið teknir upp ítrekað og það er auðvitað bara hvað sveitarstjórn vill gera því, þið ráðið því. Takk fyrir þetta, Margrét. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta? Rafn, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta, Margrét. Ég held að sé mjög mikilvægt að við fáum kostnaðargreiningu á þessu. Eins og alltaf sem við erum að taka afstöðu til mála þá ber okkur að velta fyrir okkur hver kostnaðurinn er. Ég held að væri nú kannski skynsamlegt að fresta þessu erindi bara og biðja að það yrði gerð smá greining á þessu. Mér finnst allavega nauðsynlegt að hafa þessar upplýsingar þegar maður tekur afstöðu til málsins. Takk. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta? Það er nú svona spurning. Frestun eða að halda okkur við afgreiðslu þessa máls. Að taka örstutt fundarhlé.
Já, við erum í 11. dagskrárlið sem tillaga um breytingu á gjaldskrá skólaaksturs og ég ætla að bera eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Afgreiðslu erindisins frestað, sveitarstjóra og fjármálastjóra falið að afla frekari gagna og kostnaðarmeta tillögur. Þeir sem samþykkja þetta réttu upp hönd, það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 12. dagskrárlið og það Rift fjallahjólakeppnin 2023. Rift hjólreiðakeppnin verður haldin þann 22. júlí næstkomandi með upphaf og endamark á Hvolsvelli. Undirbúningsnefnd keppninnar óskar eftir leyfi frá sveitarfélaginu til bráðabirgðalokana á vegum samanber fylgiskjölum sem og afnot að húsnæði félagsmiðstöðvarinnar við Ormsvöll fyrir stjórnstöð. Eru einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, ég skal reyna að vera stuttorður þetta skiptið. Mér langaði bara að koma fram og fagna þessu, koma upp og fagna þessu erindi. Ég mun ekki setja mig upp á móti og mun greiða atkvæði með því. Ég bara langaði að hvetja þarna markaðs- og kynningarfulltrúa og aðra starfsmenn sem að koma að búa til eitthvað hérna í kringum þetta. Þetta gríðarlega mikill fjöldi af fólki sem hefur komið og við eigum að halda þessu lofti, vel á lofti og reyna að fá fyrirtækin og félagasamtökin til að gera eitthvað í kringum þetta. Þannig að við gerum þetta ennþá glæsilegra en þetta var í fyrra, en þetta var mjög flott í fyrra. Takk. Takk Bjarki. Ég vil að þú talið sem lengst, en bara ekki eins oft. En allt í góðu, ég bara sammála Bjarka með þetta. Þetta gott tækifæri fyrir okkur til þess að auglýsa sveitarfélagið okkar og virkilega skemmtileg og flott keppni. Sigríður Karolína, gjörðu svo. Já, oddviti og aðrir fundamenn. Já, ég svo sammála Bjarka. Við eigum að nota svona tækifæri sem að býðst okkur hérna, sem að í sveitarfélaginu okkar og gera eitthvað úr því og auglýsa okkur á landsvísu. Hvað að gerast hérna hjá okkur? Ekki bara hérna hjá okkur. Og einmitt, hvet alla þjónustuaðila til að taka þátt. Takk fyrir Sigríður. Margrét, gjörðu svo vel. Já, ég get glatt ykkur með því að það nú þegar farin af stað heilmikil vinna í kringum þetta og við erum hérna með alla lykilstarfsmenn sem að svona málum koma saman í nefnd og ásamt fleira fólki og það nú þegar byrjað að skipuleggja ýmislegt og verður bara mjög spennandi að sjá í sumar þegar að hátíðin verður. Það verður með bara glæsileg. Sveitarfélagið mun standa sig með glæsibragði þessu, ég alveg viss það. Ljómandi gott. Þetta allt í gangi. Fleiri sem vilja tjá sig hér. Svo ekki, þá ætla ég að bera eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn Rangárþings eystra gerir ekki athugasemdir við keppnishald og bráðabirgðalokanir á vegum, enda varalokanir ekki lengur en þarf vegna keppninnar. Sveitarstjórn samþykkir ennfremur húsnæði félagsmiðstöðvarinnar á Ormsvelli verði lánað til verkefnisins endurgjaldslaust til þjónustu til að þjónusta sem stjórnstöð fyrir keppnisstjórn. Sveitarstjórn lýsir yfir ánægju sinni með að svo stórt íþróttamót sé haldið í sveitarfélaginu og óskar keppnishöldurum og keppendum góðs gengis. Bjarki. Smá fundarhlé.
Já, við erum í 12. lið Rift hjólreiðakeppni 2023. Við svona breytum örlítið orðalagi á bókun en ég ætla að lesa hana aftur upp á þannig við berum hann til samþykktar. Sveitarstjórn Rangárþings eystra gerir ekki athugasemdir fyrir sitt leyti við keppnishald og bráðabirgðalokanir á vegum enda var lokanir ekki lengur en þar vegna keppninnar. Sveitarstjórn samþykkir ennfremur og húsnæði félagsmiðstöðvarinnar á Ormsvelli verði lagt til verkefnisins endurgjaldslaust til að þjóna sem stjórnstöð fyrir keppnisstjórn. Sveitarstjórn lýsir yfir ánægju sinni með að svo stórt íþróttamót sé haldið í sveitarfélaginu og óskar keppnishöldurum og keppendum góðs gengis. Þeir sem samþykkja þetta réttið upp hönd og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 13. dagskrárlið og það er tillaga B-lista að hafin verði vinna við stofnun nýsköpunar og fjarnámssetur í sveitarfélaginu. Er einhver sem vill fylgja því eftir? Bjarki Gjörðsson. Takk gott viti, hér er ég kominn aftur. Tillaga fulltrúa B-lista. Fulltrúa B-lista leggja til að hafin verði vinna við að stofna nýsköpunar og fjarnámssetur í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið Rangárþing eystra er mikið landbúnaði hérað og mannauður og reynsla bænda er verðmætur auður sem ekki má glatast. Jafnframt er í sveitarfélaginu stærsta kjötvinnsla landsins og af því leiðir miklu möguleikar eru til nýsköpunar í landbúnaði og matvælaframleiðslu sem eðlilegt væri að hefði aðsetur í Rangárþingi eystra. Mikil tækifæri er í sveitarfélaginu til nýsköpunar og aukinnar verðmætasköpunar í matvæla- og landbúnaðarafurða. Auk þess gæti stofnun slíks seturs aukið samstarf og samvinnu þessara nátengdu greina. Þá mætti tengja nýsköpunarmiðstöð við fjarnámsaðstöðu fyrir nemendur á öllum aldri og skapa því aðstæður til þess að stunda fjarnám og eftir atvikum fjarvinnu í setrinu. Við slík skilyrði eru til dýnamískur vinnustaður með möguleikum á tengslamyndun þvert á atvinnugreinar. Slík eining ætti að vera verðmætaskapandi fyrir sveitarfélagið í heild og bæta þjónustu sem sveitarfélagið býður upp á. Og undir þetta skrifa Bjarki Oddsson, Guðri Hillstad Ólafsson og Rafn Bergsson. Takk fyrir þetta Bjarki. Ég tek nú bara undir þetta að þetta er mörg tækifæri varðandi nýsköpun í sveitarfélaginu og eins mættum við bæta aðstöðu til fjarnáms. Ja, þetta er bara mjög áhugaverð tillaga. Það er svo sem spurning með kostnað og fjármögnun á svona verkefni en það er kannski eitthvað sem þarf að skoða á seinni stigum og hvernig útfærsla á því yrði. Bjarki Gjörðsson. Takk. Og þetta ég ætlaði nú ekkert að reka þig úr púltinu, það var alls ekki það. Ég ætlaði bara að svara þessum hugleggingum og því að ég hef haft þær alveg eins. Ég held að sko til að byrja með þá þurfum við náttúrulega að meta hvort að það sé vilji til að fara af stað með svona. Við getum ekki sem sveitarfélag bara stofnað einhvers konar setur, heldur þyrftum við að leita til þessara hagaðila, þá bænda annars vegar, nemenda, okkar unga fólks, íbúana, hvort að þið vanti aðstöðu fyrir fjarvinnu, bænda sem að þegar stunda margir nýsköpun og athuga hvort að það sé einhvers konar hljómgrunnur fyrir þessu. Ef að það er, að þá eigum við að vera leiðandi í því að koma svona á fót fyrir sveitarfélagið og í því samhengi held ég að væri mjög gott að tengja við byggðaþróunarfulltrúa sem við höfum áður rætt og hvort að þetta sé eitthvað sem að þarna gæti orðið að veruleika hjá okkur. En ég held að það sé mikilvægt að koma þessari vinnu af stað og ég sé fyrir mér að þarna þetta hljómi vel við húsnæðisþarfagreininguna sem við vorum að tala um á. Takk. Takk fyrir Bjarki. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta? Nei, ég er svo sem bara alveg sammála en bara við þurfum náttúrulega eins og með allt að vanda okkur við þetta og ég er bara sammála Bjark það að ef að
sem að manni sýnist nú stefna í að byggðarþróunarfulltrúi verði að veruleika fyrir Rangárþing, að þá væri þetta, eins og Bjarki bendir á, tilvalið verkefni fyrir hann til þess að skoða nánar og taka áfram. Fleiri sem vilja tjá sig hér? Ef svo er ekki, að þá legg ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn leggur til að tillögunum verði vísað til byggðarþróunarfulltrúa til skoðunar. Þetta nú kannski, þetta það gengur ekki upp, við erum náttúrulega ekki komin með byggðarþróunarfulltrúa. Þannig að við þurfum aðeins að breyta þessu, við ekki að taka örstutt fundarhlið. Já, akkurat. Komið. Já.
Við erum hérna í 13. lið, það er tillaga B-lista að hafi verið vinna við stofnun nýsköpunar og fjarnámssetur í sveitarfélaginu og eins og svo sem hefur komið fram og við ræddum öll hér þegar að háskóla, iðnaðar og nýsköpunarráðherra var hér í heimsókn að þetta væri náttúrulega þörf á því og tækifæri til þess að byggja upp slíkt setur á þessu svæði. Já, og svo sem eins og við líka skoðuðum á Höfn hérna þegar við fórum á þingið, SAS-þingið þar, skoðum þar skemmtilegt hérna vörusmiðjan að mig minnir á Höfn, mjög hérna áhugavert svona verkefni í nýsköpun og ég held að þetta sé bara eins og við erum öll sammála bara eitthvað sem við þurfum að fara í. Við kannski viljum leggja til að hérna já, að kannski að breyta þessari bókun af því að þróunarfulltrúi hún nú ekki í hendi þó þetta sé í vinnslu en mér finnst kannski að við ættum að vísa þessu einhvert. Sveitarstjórn í rauninni samþykkir tillöguna og vísar þá til sveitarstjóra svona til frekari vinnslu. Getum við að vinna að málinu og þá að koma því þá bara í farveg svo vonandi áfram. Hvað hérna einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki þá þá bara ber ég þetta upp til samþykktar sveitarstjórn, samþykkir tillöguna og felur sveitarstjóra að vinna að málinu. Þeir sem samþykkja það rétt við pönt. Má ég aðeins fyrirgefð? Já. Samþykktum ekki til hana? Fundar hér. Já, við erum hér enn í 13. dagskrárlið til að B-lista að hafa verið vinna að stofnun nýsköpunar og fjarnámssetur í sveitarfélaginu og ég ætla að bera eftirfarandi bókun upp til samþykktar sveitarstjórn, samþykkir tillöguna og felur sveitarstjóra að vinna að málinu. Þeir sem það samþykkir rétt við pönt. Það samþykkt með 6-7 samþykkt samhljóða. Já. Þá erum við komin í skipulagsmálin. Það 14. mál á dagskrá. Það ósk lóð Ytri skógar.
Fyrir hönd veiðifélagsins Skóga Óskar Ásgeir Ásmundsson eftir því að fá úthlutað lóð úr landi ytri skóg undir veiðihús, nánar tiltekið sunnan við þjóðveg númer 1 rétt austan við skógum. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi máli. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að hafna beri beiðni veiðifélagsins lóð undir veiðihús sunnan þjóðvegar númer 1 þar sem að skipulag liggur ekki fyrir og svæðið óbyggt. Veiðifélaginu bent á að það eru lausar íbúðarlóðir við Vistarveg 2, 3, 4 og 6. Einhverjir sem vilja tjá sig þarna? Ég kannski varðandi þetta að svo sem gott og vel að samþykkja ekki beiðnina varðandi þessa staðsetningu, en ég kannski svona spyr mig aðeins að því varðandi það hvort að veiðihús eigi heima í þéttbýli eins og skógum eða hvort að önnur staðsetning væri hentugri. Þannig að, já, svona einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta. Bjarki. Takk, Óditi. Ég get bara tekið undir þessar vangaveltur hjá þér, Óditi, sko, að það er eðlilegt að velta þessu upp. Hvort að þetta eigi heima saman. Ég hef kannski ekki beina skoðun á því, hvort að þetta eigi heima saman þéttbýli og veiðihús, en eftir sem áður þá er þetta óskipulagt svæði og hvort að við ætlum að heimila þarna veiðihús eða ekki, það verður alltaf svolítið mikið deildar meiningar með það, en ég held að sko, ef við ætlum að hafna þessu, að þá þurfum við að eiga gott samtal við umsækjendur og reyna að finna einhverju lausn, því við viljum alveg klárlega uppbyggingu á þessum stað og veiðimenn eru velkomnir þarna eins og aðrir og við þurfum að finna stað fyrir þá. Þannig að ég bara legg áherslu á það að við þá allavega reynum að hjálpa þeim að finna einhverja staðsetningu undir veiðihús. Takk. Já, ég svo sem er ekki athugasemd þá efnislega neitt við þetta. Þetta er kannski eitthvað sem svona má velta fyrir sér á komandi stigum málsins. En varðandi þetta mál að þá, ef það eru fleiri sem vilja tjá sig þar, ef svo er ekki, þá ber ég bara eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn tekur undir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og hafnar beiðninni þeir sem það samþykkja rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 15. liður, það er viðbygging við Litlagerði 6, grenndarkynning Halldór Hrannar Hafsteinsson óskar eftir byggingaheimild fyrir 39,9 fermetra viðbyggingu við einbýlishúsið Litlagerði 6, 860 Hvolsvelli í samræmi við meðfylgjandi uppdrætti dagsett 10.8.2022 skipulags- og umhverfisnefnd bókar eftirfarandi málið. Gögn vegna fyrirhugaðrar viðbyggingar voru grenndarkynnt frá og með 31. janúar síðastliðnum. Ekki kom fram athugasemdir innan gefins athugasemdafrests. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir að heimila 39,9 fermetra viðbyggingu við Litlagerði 6 samkvæmt meðfylgjandi hönnunargögnum. Einhverju sem vilja tjá sig hér? Ef svo er ekki, að þá legg ég fram eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að heimila viðbyggingu við Litlagerði 6 samkvæmt meðfylgjandi hönnunargögnum. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd, það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 16. lið dagskrárliðar þessara fundar. Það er framkvæmdaleyfi Ráðagerði. Sigurborg Þ. Óskarsdóttir óskar eftir framkvæmdaleyfi fyrir efnistöku, hugsetningar og landmótun við gerð tjarnar í landi Ráðagerðis L222 fyrirgefiði 4947 samkvæmt meðfylgjandi umsókn. Dagsett 20.2.2021. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Á 4. fundi skipulags- og umhverfisnefndar var samþykkt að leggja til sveitarstjórn að falla frá fyrirhugaðri aðalskipulagsbreytingu að heimila svæði til efnistöku innan frístundabyggðar í Ráðagerði.
Á 303. fundi sveitarstjórnar var samþykkt að falla frá aðalskipulagsbreytingu varðandi breytta landnotkun á svæðinu. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að skilyrða framkvæmdaleyfi við gerð hljóðmanna, landmótunar og til vegagerðar á svæðinu í samræmi við gildandi deiliskipulag frístundabyggðar. Það ekki verið efnisflutning af svæðinu að ræða. Framkvæmdaleyfi gildir tímabundið til 1. september 2023. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarfélaginu hefur borist ósk frá landeigendum að fresta fullnaðarafgreiðslu umsóknar framkvæmdaleyfi. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu umsóknarinnar framkvæmdaleyfi. Þeir sem samþykkja réttu upp hönd. Ok, fyrirgefðu, ég að lesa af blaði en átti að vera að lesa af skjánum. Það biðst afsökunar á því. Þannig að ég ætla bara að leiðrétta það. Eftirfarandi bókun þá það neðri hlutinn, það rétt. Sveitarstjórn samþykkir að fresta afgreiðslu umsóknar framkvæmdaleyfi. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Fundarhlé.
Já, velkomin aftur. Þá við erum að afgreiða hér 16. dagskrárlið, framkvæmdaleyfi ráðagerði og ég ætla að bera upp til samþykktar eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að fresta afgreiðslu umsóknar og framkvæmdaleyfi til næsta fundar sveitarstjórnar. Þeir sem samþykkir það réttið upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá höldum við áfram í næsta mál og það 17. dagskrárliður á dagskrá fundarins. Það heildarendurskoðun aðalskipulags Mýrdalshrepps 2021–2033. Auglýst tillaga með tölvupósti dagsettum 30. janúar 2023 óskar skipulags- og byggingarfulltrúi Mýrdalshrepp eftir umsögn varðandi heildarendurskoðun aðalskipulags Mýrdalshrepps 2021–2033. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi máli. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við heildarendurskoðun aðalskipulags Mýrdalshrepps 2021–2033. Skipulags- og umhverfisnefnd óskar eftir viðræðum varðandi samræmingu á sveitarfélagsmörkum. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki, þá ber ég eftir bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og gerir ekki athugasemd við tillögu að aðalskipulagi Mýrdalshrepps 2021–2033. Þeir sem samþykkja þetta réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 18. dagskrárlið fundarins og það skipulagsmál við Seljalandsfoss. Erindi dagsett 7. febrúar 2023 vegna skipulagsmála við Seljalandsfoss. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd þakkar Hálfdáni Ómari fyrir erindið. Nefndin leggur til að sveitarstjórn að umræða verði tekin varðandi ábendingar Hálfdáns Ómars breytta staðsetningu þjónustumiðstöðva við Hamragarð og Seljalandsfoss. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn leggur til að haldinn verði sameiginlegur fundur skipulags- og umhverfisnefndar og sveitarstjórnar þar sem erindið verði rætt. Þeir sem samþykkja þetta réttið upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það 19. mál, aðalskipulag Brúnir 1 breyting. Að ræða breytingu á skilmálum á verslunar- og þjónustusvæði VF-17 á lóðinni Brúnir. Heildárbyggingarmagn eykst úr 340 fermetrum í 700 fermetra. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi máli. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir framkomna lýsingu aðalskipulagsbreytingar og mælist til þess að lýsingin verði send til umsagnar hjá Skipulagsstofnun og annarra umsóknaraðila ásamt því að kynna hana fyrir almenningi samkvæmt 1. málsgrein 30. grein skipulagslaga. Sveitarstjórn samþykkir framkomna, fyrirgefiði, vill eitthvað tjá sig hér, aðeins komið fram úr sjálfum mér hérna. Ef svo ekki, þá les ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir framkomna lýsingu aðalskipulagsbreytingar og að hún verði send til umsagnar hjá Skipulagsstofnun og annar umsóknaraðila ásamt því að kynna hana fyrir almenningi samkvæmt 1. málsgrein 30. grein skipulagslaga. Þeir sem samþykkja þetta réttið upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það 20. dagskrárliður, það deiliskipulag Brúnir 1 breyting. Ræða breyting á skilmálum á verslunar- og þjónustusvæði VF-17 í landi Brúnir 1. Heildarbyggingarmagn eykst úr 340 fermetrum í 700 fermetra. Svæðið stækkar úr 1,6 í 1,8 hektara og við bætist 3 nýjar byggingareitir. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir framkomna lýsingu verkefnisins og hún verður auglýst í samræmi með 40. grein skipulagslaga ásamt því að vera send á umsóknaraðila. Einhverjir sem vill tjá sig hér? Ef svo ekki, þá les ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir framkomna lýsingu verkefnisins og hún verður auglýst í samræmi með 40. grein skipulagslaga ásamt því að vera send á umsóknaraðila. Þeir sem samþykkja þetta réttu upp hönd. Þetta samþykkt samhljóða.
Þá það 21. dagskrárliður, aðalskipulag Eystra Seljaland F7 breyting. Ræða breytingu á landnotkun á spildun Eystra Seljaland F7 úr landbúnaðarlandi L í verslunar og þjónustu VAFF. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi máli. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir framkomna lýsingu aðalskipulagsbreytingar og mælir til þess að lýsingin verði send til umsagnar hjá Skipulagsstofnun og annar umsagnaraðila ásamt því að kynna hana fyrir almenningi samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga. Einhver sem vill tjá sig hér? Ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir framkomna lýsingu aðalskipulagsbreytingar og að hún verði send til umsagnar hjá Skipulagsstofnun og annarra umsagnaraðila ásamt því að kynna hana fyrir almenningi samkvæmt 1. málsgrein 30. grein skipulagslaga. Þeir sem samþykkja þetta réttið upp hönd og það samþykkt samhljóða. Þá það liður 22 á dagskránni, það deiliskipulag Eystra Seljaland. Að ræða skipulagslýsingu deiliskipulags og uppbyggingu á ferðaþjónustu í spildunni Eystra Seljaland F7. Gert ráð fyrir hótel og veitingaþjónustu ásamt uppbyggingu íbúðarhúsnæðis fyrir starfsfólk. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir framkomna lýsingu verkefnisins og að hún verði auglýst í samræmi við 40. grein skipulagslaga ásamt því að vera send á umsagnaraðila. Einhver sem vill tjá sig hér? Ef svo ekki, þá les ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir framkomna lýsingu verkefnisins og hún verði auglýst í samræmi við 40. grein skipulagslaga ásamt því að vera send á umsagnaraðila. Þeir sem samþykkja það réttið upp hönd og það samþykkt samhljóða. Þá það 23. liður á dagskrá, aðalskipulag Dílaflöt breyting. Ræða breyting á landnotkun á sirka 15 hektara svæði úr spildunum Dílaflöt úr landbúnaðarland L í verslunar og þjónustu VAFF. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir framkomna lýsingus aðalskipulagsbreytingar og mælist til þess að lýsingin verði send til umsagnar hjá Skipulagsstofnun og annarra umsagnaraðila ásamt því að kynna hana fyrir almenningi samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga. Einhver sem vill tjá sig varðandi þennan dagskrárlið? Ef svo ekki, þá les ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir framkomna lýsingu aðalskipulagsbreytingar og að hún verði send til umsagnar hjá Skipulagsstofnun og annarra umsagnaraðila ásamt því að kynna hana fyrir almenningi samkvæmt 1. málsgrein 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem samþykkja þetta réttið upp hönd og það samþykkt samhljóða. 24. dagskrárliður, deiliskipulag Dílaflöt. Ræða skipulagslýsingu vegna uppbyggingar og ferðaþjónustu á sirka 15 hektara svæði úr spildunum Dílaflöt. Fyrirhugað að byggja upp lítil gestahús til útleigu til ferðamanna. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir framkomna lýsingu verkefnisins og að hún verði auglýst í samræmi við 40. grein skipulagslaga ásamt því að verði send á umsagnaraðila. Sveitarstjórn fyrirgefiði, einhver sem vill tjá sig varðandi þetta? Nei, ef svo ekki, þá les ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir framkomna lýsingu verkefnisins og að hún verði auglýst í samræmi við 40. grein skipulagslaga ásamt því að vera send á umsagnaraðila. Þeir sem samþykkja bókunina réttið upp hönd, hún samþykkt samhljóða. Þá það 25. dagskrárliður fundarins, aðalskipulag Stóramörk 1 breyting. Ræða breyting á landnotkun á jörðinni Stóramörk 1, Stóramörk 3 og Stóramörk 3B úr landbúnaðarlandi L í sirka 3,4 hektara svæði undir verslunar og þjónustu VAFF. Sirka 23 hektara svæði undir afþreyingar og ferðamannasvæði AF og sirka 27 hektara svæði undir skógræktar og landbúnaðar landgræðslusvæði SL. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir framkomna lýsingu skipulagsbreytingar og mælist til þess að lýsingin verði send til
umsagnar hjá Skipulagsstofnun og annar umsagnar ásamt því að kynna hana fyrir almenningi samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga. Sveitarstjórn einhver sem vill tjá sig? Ef svo er ekki, þá leysi ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir framkomna lýsingu og aðrar skipulagsbreytingar og hún verði send til umsagnar hjá Skipulagsstofnun og annar umsagnaraðila ásamt því að kynna hana fyrir almenningi samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga. Þeir sem samþykkja þessa samþykkt réttur upp hönd og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það 27. liður á dagskrá þessarar fundar. Það er deiliskipulag Stóramörk 1, 3 og 3B. Er að ræða skipulagslýsingu á deiliskipulag jörðinni Stóramörk 1 og 3 og lóðinni Stóramörk 3B. Gert er ráð fyrir ca. 3,4 hektara verslunar- og þjónustusvæði, breyting verður á afþreyingar og ferðamannasvæði AF12 og það stækkar í 23 hektara. Einnig verður gert ráð fyrir nýrri ca. 27 hektara skógræktar- og landgræðslusvæði. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir framkomna lýsingu verkefnisins og að hún verði auglýst í samræmi við 40. grein skipulagslaga ásamt því að vera send á umsagnaraðila. Einhver sem vill tjá sig hér? Ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir framkomna lýsingu verkefnisins og hún verði auglýst í samræmi við 40. grein skipulagslaga ásamt því að vera send á umsagnaraðila. Þeir sem samþykkja bókun þessa réttið upp hönd, hún er samþykkt samhljóða. 27. dagskrárliður, við förum svo sem ekki langt þar, heldur erum við komin í aðalskipulag Syðstamörk, breyting. Sveitarstjórnar ákvörðun Eystra leggur til að gerð verði breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins 2020-2032. Breyting felur í sér að 52,7 hektara landbúnaðarlandi úr jörðinni Syðstamörk verði breytt í íbúðabyggð IB. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir framkomna lýsingu aðalskipulagsbreytingar og mælist til þess að lýsingi verði send til umsagnar hjá Skipulagsstofnun og annarra umsagnaraðila ásamt því að kynna hana fyrir almenningi samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga. Það er einhver sem vill tjá sig, ef svo er ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir framkomna lýsingu aðalskipulagsbreytingar og hún verði send til umsagnar hjá Skipulagsstofnun og annarra umsagnaraðila ásamt því að kynna hana fyrir almenningi samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem samþykkja þessa bókun réttið upp hönd, hún er samþykkt samhljóða. Og þá er það 28. liður, það er deiliskipulag Syðstamörk. Björgvin Guðjónsson óskar eftir heimild til þess að deiliskipuleggja ca. 52,7 hektara landsbyggð úr jörðinni Syðstamörk samkvæmt meðfylgjandi gögnum. Er að ræða 18 stykki 1,5 til 2,5 hektara lóðir undir íbúðarhús ásamt aukahúsum. Skipulags- og umhverfisnefnd bókar eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir framkomna lýsingu verkefnisins og að hún verði auglýst í samræmi við 40. grein skipulagslaga ásamt því að vera send á umsagnaraðila. Einhver sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir framkomna lýsingu verkefnisins og að hún verði auglýst í samræmi við 40. grein skipulagslaga ásamt því að vera send á umsagnaraðila. Þeir sem samþykkja þessa bókun réttið upp hönd, hún er samþykkt samhljóða. Þá er það 29. liður á dagskrá þessa fundar, það er deiliskipulag Voðmúlastaðir. Deiliskipulagið gerir ráð fyrir 5 byggingarreitum sem hver sig er 900 fermetrar stærð. Á hverjum reit er heimilt að byggja alltaf 60 fermetra gestahús til útleigu fyrir ferðamenn. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Tillagan var auglýst frá 4. janúar síðastliðnum með athugasemdafresti til 15. febrúar síðastliðinn. Í athugasemd vegagerðarinnar kemur fram að ekki sé heimil vegtenging við Bakkaveg.
eins og hún kemur fyrir í uppdrætti þar sem fjarlægð á milli tenginga er ekki í samræmi við veghönnunarreglur. Í uppfærðri tillögu búið að bregðast við athugasemdum Vegagerðarinnar, skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og hún verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga. Einhver sem vil tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo ekki, þá les ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir tillöguna og að hún verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga. Þeir sem samþykkja það réttið upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það 30. liður fundarins, dagskrárliður, deiliskipulag, völlur 2. Deiliskipulag nær yfir sirka 1,2 hektar lands og landi vallar, nánar tiltekið vallarhorn. Gert ráð fyrir allt að 250 fermetra íbúðarhúsi og allt að 300 fermetra skemmur. Mælisstæði bygginga allt að 8 metra, skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Tillagan var auglýst frá 4. janúar til og með 15. febrúar síðastliðinn. Í athugasemd Vegagerðarinnar kemur fram að fjarlægð milli vegtenginga of lítil miðað við veghönnunarreglur Vegagerðarinnar. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna með fyrirvara að fjarlægð milli vegtenginga verði uppfærð í samræmi við hönnunarreglur Vegagerðarinnar og hún verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga. Sveitarstjórn staðfest, einhver sem vil tjá sig? Nei, ef svo ekki. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulagsnefndar og samþykkir tillöguna og hún verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga. Þeir sem samþykkja það rétt upp hönd, þetta samþykkt samhljóða. Þá við komin í 31. dagskrárlið þessa fundar, deiliskipulag, uppsalir, breyting. Óskar eftir breyting á deiliskipulagi í Uppsölum. Breytingin felst í því að gerð ný lóð Uppsalir 4 sem 3 hektarar stærð. Heimilt að byggja íbúðarhús, bílskúr allt að 250 fermetra, gestahús allt að 50 fermetra og skemmu allt að 250 fermetra. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi máli. Tillagan var auglýst frá 4. janúar síðastliðnum með athugasemdafresti til 15. febrúar síðastliðnum. Í athugasemd Heilbrigðiseftirlits Suðurlands kemur fram að færa þurfi rök fyrir því að vikið verði frá meginreglu reglugerðar 798/1999 fráveitu og skólp varðandi sameiginlega fráveitur. Einnig bendir Heilbrigðiseftirlitið á að staðsetning hreinsivirkis skuli vera með þeim hætti að aðgengi sé gott til tæmingar og viðhalds. Skipulags- og umhverfisnefnd bendir á að stærð og lögun lóðar ásamt mikilli fjarlægð milli mannvirkja gerir það að verkum að erfitt vik að koma fyrir sameiginlegu hreinsivirki. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna með fyrirvara að gögn verði lagfærð varðandi staðsetningu hreinsivirkis og að hún verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga. Einhver sem vill tjá sig varðandi þennan dagskrárlið, ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og tillagan verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga. Þeir sem samþykkja það réttið upp hönd og það samþykkt samhljóða. Þá við komin í 32. lið. Þar deiliskipulag rjómabúið. Deiliskipulag fyrir rjómabúið nær yfir 1,7 hektar á landi Bollakots. Gert ráð fyrir gestahúsum ásamt þjónustuhúsi eða að hámarki 5 hús. Mælisstæði húsa allt að 6 metra miðað við gólfhæð. Aðkomuvegur verður frá Bollakotsvegi. Skipulags- og umhverfisnefnd bókar eftirfarandi máli. Afgreiðslu málsins frestað. Skipulags- og byggingarfulltrúa falið að afla frekari gagna varðandi fjarlægð byggingar frá Grjóta. Einhver sem vill tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki, þá langar mig til að bera eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Búið að uppfæra skipulagsgögn og taka tillit til fjarlægðar byggingareits frá Grjótánni. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verði afgreidd í samræmi við 41. grein skipulagslaga. Þeir sem samþykkja það réttið upp hönd.
að fundarhlé.
Já, við erum hér í 32. lið deiliskipulag rjómabúið. Við þurftum aðeins að slípa til þarna en því er lokið, þannig að ég ætla að bera upp eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir bókun skipulagsnefndar og að hún verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem samþykkja það, réttu upp hönd. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er á dagskrárliður 33, það er deiliskipulag Skeggjastaðir, land 10. Er að ræða tillögu að deiliskipulagi á spildunni Skeggjastaðir, land 10. Gert er ráð fyrir íbúðarhúsi allt að 200 fermetrum að stærð, skemmu allt að 200 fermetrum að stærð og hesthúsi allt að 200 fermetrum að stærð. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Tillögan var auglýst frá 30. nóvember síðastliðnum með athugasemdafresti til 11. janúar síðastliðnum. Athugasemdir komu fram innan gefins athugasemdafrests. Í uppfærði tillögu er búið að bregðast við athugasemdum Vegagerðarinnar varðandi fjarlægð byggingarreits frá Héraðsvegi ásamt því að búið er að setja inn veghelgunarsvæði. Einnig er búið að bregðast við athugasemd Heilbrigðiseftirlits Suðurlands varðandi staðsetningu á hreinsivirki. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og leggur til við sveitarstjórn að hún verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga. Er einhver sem vil tjá sig varðandi þetta? Ef svo er ekki, að þá lesi ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir tillöguna og hún verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga. Þeir sem samþykkja það réttu upp hönd og það er samþykkt samhljóða. 34. dagskrárliður deiliskipulags Skeggjastaðir, land 18. Er að ræða tillögu að deiliskipulagi á lóðinni Skeggjastaðir, land 18. Gert er ráð fyrir að núverandi frístundahús sem er sirka 60 fermetrar að stærð verði breytt í íbúðarhús. Á lóðinni eru auk þess 21 fermetra geymsluskúr. Gert er ráð fyrir mögulegri stækkun á núverandi húsum allt að 60 fermetra. Heildarstærð lóðarinnar er 1803 fermetrar. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Tillagan var auglýst frá 30. nóvember síðastliðnum með athugasemdafresti til 11. janúar síðastliðs. Engar athugasemdir komu fram á auglýsingatíma tillögunnar. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og leggur til við sveitarstjórn að hún verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga. Einhver sem vil tjá sig hér? Ef svo er ekki, ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga. Þeir sem samþykkja það, samþykkt samhljóða. 35. liður á dagskrá er deiliskipulag Skíðbakki 2. Deiliskipulagið nær til 1,85 hektara landspildu úr landi Skíðbakka 2. Gert er ráð fyrir 3 lóðum. Á hverri lóð verður heimilt að byggja íbúðarhús allt að 250 fermetra að stærð með mænishæð allt að 8 metrar, gestahús allt að 50 fermetrar með mænishæð allt að 5 metrar og bílskúr skemmu allt að 200 fermetrar með mænishæð allt að 8 metrar. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Deiliskipulagið nær til 1,8 hektara landspildu úr landi Skíðbakka. Gert er ráð fyrir 3 lóðum. Gert er lóðum, ég ætla að byrja hérna aftur ásakið. Deiliskipulagið nær til 1,8 hektara landspildu úr landi Skíðbakka 2. Gert er ráð fyrir 3 lóðum. Á hverju lóð verður heimilt að byggja íbúðarhús allt að 250 fermetrar mænishæð með allt að 8 metrar, gestahús allt að 50 fermetrar og mænishæð allt að 5 metrar og bílskúr skemmu allt að 200 fermetrum mænishæð allt að 8 metrum. Einhver sem vil tjá sig hér? Ef svo er ekki, þá sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verður auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga.
Þeir sem samþykkja það. Réttu upp hönd. Já. Kemur ekki fram með. Nei, það vantar eiginlega neinn. Já. Þetta er svolítið svona skrítið, það er endurtekning á. Kannski við hendum í fundarhlé. Ármann. Takk.
Já, velkomin aftur. Við erum hérna í 35. dagskrárlið, deiliskipulag skíðbakki 2. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og hún verður auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og þá það bókunin ef enginn vill tjá sig þennan lið. Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verður auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem samþykkja það réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það 37. dagskrárliður, deiliskipulag Miðkriki, Hesthúsahverfi, breyting. Breytingin felst í því að gert ráð fyrir nýjum jarðstreng Rimakotslínu 2 á uppdrætti og kafla 2.4 veitur bætt við í greinargerð. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Tillagan var grenndarkynnt frá 14.11.2022 til og með 12. desember 2022. Ekki komið fram athugasemdir við grenndarkynningu. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og leggur til við sveitarstjórn að hún verði afgreidd í samræmi við 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga númer 123/2010. Einhver sem vill tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki, þá les ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir tillöguna og hún verði afgreidd í samræmi við 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga 2023/2010. Þeir sem samþykkja það réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin í 37. dagskrárlið. Það umsögn tækifærisleyfi Ungmennafélagið Trausti. Sýslumaðurinn Suðurlandi óskar eftir umsögn sveitarfélagsins vegna umsóknar Ungmennafélagsins Trausta tækifærisleyfi vegna viðburðar í tilefni 100 ára afmælis Ungmennafélagsins Trausta í félagsheimilinu Heimalandi. Einhver sem vill tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki, þá ber ég fram eftirfarandi samþykktar. Sveitarstjóra falið að veita umsókn þegar umsóknaraðilar á vegum sveitarfélagsins hafa veitt sína umsögn. Þeir sem samþykkja það. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í fundargerðir og við byrjum hérna á fundargerð byggðarráðs. Þetta dagskrárliður 38. 227. fundur byggðarráðs. Fundargerð lögð fram til umræðu og staðfestingar. Fundargerð 227. fundar byggðarráðs. Einhverju sem vill tjá sig hér? Guðri, gjörðu svo vel. Þetta varðandi 4. leið fundargerðar, tjaldsvæðið á Hvolsvelli. Það sem niðurstaða fundar var það að sveitarstjóra var falið að ræða við hestbjóðendur og ræða frekari útfærslur á mögulegum samningi rekstur tjaldsvæðisins. Hvar málið statt nú? Búið að ganga frá þessu? Búið að ræða við hestbjóðendur? Búið að skrifa undir? Já, takk. Takk fyrir Guðri. Margrét, gjörðu svo vel. Já, ég veit að málið statt þar að sveitarstjóri og Þóra Björg búin að funda með hestbjóðendum. Það búið að gera drög að samningi og samkomulagi sem sem sagt hjá hestbjóðenda og það sem sagt þau eru að lesa yfir og hugsa máli. En við höfum ekki fengið, allavega ekki síðast ég vissi. Það gæti nú að hafa breyst í millitíðinni en ekki síðast ég vissi. Það höfum ekki fengið tilbaka frá þeim. Þar málið statt. Takk fyrir Margrét. Eru fleiri sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki þá ber ég fundargerð
upp til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem samþykkja réttu pönt, það er samþykkt samhljóða. Þá er það 39. liður, það er byggðaráð 228. fundur, lögð fram til umræðu staðfestingar fundar gerð 228. fundar byggðaráðs. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki, þá ber ég fundargerðina upp til staðfestingar í heild sinni, þeir sem staðfesta réttu pönt. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 40. liður, það er skipulags- og umhverfisnefnd, 15. fundur, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 15. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Eitthvað hérna sem að fundarmenn vilja ræða? Svo er ekki, þá ber ég fundargerðina upp til staðfestingar í heild sinni, þeir sem samþykkja réttu pönt, samþykkt samhljóða. Og áfram er það skipulags- og umhverfisnefnd, 41. dagskrárliður, 16. fundur, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 16. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Er eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki, þá ber ég fundargerðina upp til staðfestingar í heild sinni, þeir sem það staðfesta réttu pönt, hún er staðfest. Fyrstuna. Þá er það 42. dagskrárliður, það er fjölskyldunefnd 7. fundur, lögð fram til umræðu staðfestingar fundargerð 7. fundar fjölskyldunefndar. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki, þá ber ég fundargerðina upp til staðfestingar í heild sinni, þeir sem það samþykkja réttu pönt, það er samþykkt samhljóða. Þá er það 43. liður, það er Katla Jarvangur, 64. fundur stjórnar, lögð fram til umræðu kynningar fundargerð 64. fundar stjórnar Kötlu Jarvangs. Eitthvað hér sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki, þá ber ég, hún er lögð fram til kynningar. Það er ekkert að bera þetta upp þá. 44. dagskrárliður, húsnefnd Fossbúðar, fundargerð 27.22, lögð fram til umræðu kynningar fundargerð húsnefndar Fossbúðar frá 27.22, eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða. Ef svo er ekki, þá höldum við áfram í næsta lið og það er 45. liður, húsnefnd Fossbúðar, fundargerð 7.11.2022 og það er lögð fram til umræðu og kynningar fundargerð húsnefndar Fossbúðar 7.11.2022. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, þá höldum við áfram í 47. lið. Það er húsnefnd Fossbúðar, fundargerð 14.2.2023. Lögð fram til umræðu og kynningar fundargerð húsnefndar Fossbúðar frá 14. febrúar 2023. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, þá höldum við áfram í 47. lið. Til umsagnar 25. mál frá nefndarsviði Alþingis. Lagt fram til kynningarósk umsagnir að tillögu til þingsályktunar innleiðingu lýðheilsumats íslenska löggjöf. 25. mál frá nefndarsviði Alþingis. Þetta er lagt fram til kynningar ef lengur tjá sig varðandi þetta. Ef svo er ekki, þá erum við komin í næst síðasta lið fundarins, það er 48. liður, það er aðalfundarboð Skeiðvangs 2023. Lagt fram til kynningar aðalfundarboð Skeiðvangs sem haldið verður fyrirgefið mánudaginn 20. mars 2023, væntanlega. Ekkert hér eða hvað, þá höldum við áfram í síðasta mál á dagskrá þessa fundar. Það er
nei, fyrirgefið, nú er ég farin að rugla hérna. Það er 49. mál, það er Strandarvöllur EHF fundarboð á aðalfund 2023. Þetta er mál til kynningar, sveitarstjórn leggur til eða mál til kynningar, þurfum við ekki að afgreiða þetta? Eigum að afgreiða þetta? Við ætlum að enda þetta á afgreiðslumáli í dag. Skemmtilegt. Sveitarstjórn leggur til að Sigrún Þórarinsdóttir verði áfram fulltrúi sveitarfélagsins í stjórn Strandarvallar EHF. Einnig að Sigrún sitji aðalfund fyrir hönd sveitarfélagsins. Sem það samþykkja rétt við pönt og það er samþykkt samhljóða. Þá er dagskráin tæmd á þessum fundi sveitarstjórnar. Við þökkum fyrir þá sem hafa haft þolinmæði til að horfa á okkur í dag og slítum fundi. Takk.